vanta lykilmenn þar á móti Tindastólsliði sem alltaf að taka ýmsum breytingum milli ára. Já, ég meina við spáum Tindastól mikilli velgengni í vetur og ekki ástæðulausu þegar maður horfir á hana hóp. Þannig að KR-ingar, ótrúlegt að segja, þá eru þeir svona pínulítið underdog í þessum leik sem skrítið. En þetta náttúrulega DA höllin sem þeir eru þrefaldir meistarar, þannig að þetta ekkert auðvelt, Við erum að sjá undarleg úrslit kannski í þessari fyrstu umferð Grindavík vinnur Þórsara sem unnu KR-inga hér í meistarakeppninni. Þór nær að halda jöfn á móti Stjörnunni, Stjarnan vinnur í framlengingu í kvöld og Keflavík vinna Njarðvík, þannig að þetta fer mjög skemmtilega stað. Ja, þeir eru svolítið að hrista upp í þessu leikmennir og liðin sem bara vel og ég meina Keflavík var að styrkjast í dag með því að Hörður Axel að spila með þeim. En það sýnir líka bara með Þór Akureyri að Benedikt Guðmundsson að gera góða hluti þar og það ekki lið að fara að labba yfir þá sérstaklega ekki á Akureyri. Við sjáum hvað stendur hér í þessum leik, við skulum heyra í þjálfarunum. Tindastóll teflir fram 2. Við skulum heyra í Ísrael Martin og Javier Cuesta. Well guys, welcome to Iceland. Welcome to Reykjavík. Again, thank you very much. So you come from what, Tenerife? Yes, from Tenerife. The weather, was it similar in Skagafjörður? Well, right now it's good weather there, so no problem about that right now. So what about Tindastól team for tonight? How are you going to compete in this match? Well, our pre-season wasn't 100% how I expect, but finally last 3 weeks we start to practice in the right way and I hope we can have a good game tonight. Is it a much changed team from last year? Yes, we have a couple of new guys. Actually, our team is a little bit more younger than the last season. And yes, I think everybody is in the good way for the moment. So just one of your Senegalese players played today? Yes. What about the other? Yeah, just waiting what happened. He's injured, so we don't know when we'll start. So what do you think about this KR team? They are lacking key players. Well, I think everybody now has a little problem with the players, they are missing some key players like Stefansson, like Pavel, but for sure when the important time of the season comes, everybody's going to be ready. So it's going to be a must-win game for you tonight? No, it's first game, just we'll try our best and let's see what happens. Do you think the team is better now than last year? It's different. I mean, our improvement, I almost sure is going to be very big during the season. I don't know how we start, but I almost sure we will much better at the end of the season. Hopefully playoffs because we're very young. So I think we had a lot of talent last season, but the improvement of this season has to be much bigger. So what do you think about the league this season? Is it going to be difficult to get to the playoffs? Well, I think it's going to be a little bit more competitive than last one. But to be honest, I just landed here 1 week ago and I don't have all information. But for sure in a few weeks and after 2-3 rounds, we are going to see how strong we are and how strong are the other teams. So after tonight's game, you're going to Skagafjörður where there will be 30 degrees. Let's see what happens. There's no problem with that. Thank you guys. Thank you very much. Thank you. Takk fyrir. Já. Kári, heyrðu í mér? Sterkir leikmenn ekki með ykkur í kvöld. Hvað áhrif hefur það á leik ykkar? Það náttúrulega þarf engan sérfræðing átt að segja á því. Það náttúrulega minnur þess að kalla sem vantar hjá okkur. En þegar vantar suma þá fæðast bara tækifæri fyrir aðra og við erum ungu efnilega strákar sem hafa verið að grípa gæsina núna í haust og þeir fóru bara alveg test núna til þess að taka næsta skref. Þetta er náttúrulega ekki nýtt, þið eru búin að vita þetta lengi að Pavel og Jón verða ekki að spila með ykkur núna. Hvernig sérðu þetta KR-lið fara á stað í mótinu? Við erum búin að vera ansi stutt saman. Sambandi gerir okkur ekki greiða með að byrja mótið 10 dögum fyrir í fyrra þóttu við endan að viku setna úr landsliðinu. Þannig að við þurfum bara að slípa okkur saman. En við erum búin að vera í meiðslum undanfarin ár. Við erum að byrja vantandi menn, þannig að það er ekkert nýtt í þessu fyrir okkur og við þurfum bara að vinna saman að þessu og ná henni sigurum og halda áfram að gera það sem við gerum vel. Hvernig sérðu þess að deild í vetur? Verður hún tvísýn og spennandi? Það held ég, stjarnan gjörbreytist náttúrulega með komin Hlyns og kemur með svona uník pakka, stólarnir hérna. Það er ekki hægt að bera virðingu fyrir því starfi sem er unnið fyrir norðan. Það metnaði fullt að vera komið hérna 2 háklassa þjálfara og bæta við sig góðum leikmönnum. Þannig að þeir vera þarna í topnum og
og svo hinn eins og þetta bara óskrifað blað fyrst mér og verður bara fróðlegt að sjá hvernig það þróast og ég get ekki annað sagt en það sé bara spennandi tíma framöndan, skemmtilegi mánuðir, körfuboltamánuðir og körfuboltasumar framöndan og hvaðina, þetta er eilíf hringrás. Já, það styttist í leikinn hér í musteri þeirra KR-inga og alltaf verða klárt áhorfendur að mæta. Menn mættir að norðan, Hermann Hauksson, er þetta ekki bara fín stemming hér í höllinni? Jú, þetta er að mótast. KR-ingar eiga þá líka til með að mæta hans og seint, sko, þannig að þeir hrúast inn eftir smá stund. Vel mætt frá króknum líka, vel gert. Hvað sjáum við þessum leikum? Hvernig er þessi leikur svona fara á stað? Hvað eigum við að sjá þetta á fyrstu mínútum? Ég held að sko, þetta gæti orðið pínulítið haustbragur á þessum leik svona í byrjun. Ég menna liðið eru bara að fara að þreifa okkur öðrum og reyna svona að vinna inn í sín kerfi sem að þeir eru búin að vera að stilla upp og æfa. En ég held að KR-ingarnir reyna að setja ykkur að pressu á Tindastól strax í upphafi, reyna að spila kannski svolítið hraðan bolta. En þetta verður gríðarlega erfitt verkefni fyrir KR-inga og eins Sögureyinga. Og KR-ingar auðvitað eftir að fá bandarækjamanninn sinn sem að vera á leiðinni með skýrst að koma í kvöld og það er alltaf svona, þetta er svona eins og jólónum þegar menn er að taka upp pakkana, sko, hvernig lítur hann út, hvernig er hann? Það er alltaf annað þegar þú sér einhverjum tölur, svo kemur eitthvað annað í ljós, þannig að þetta er alltaf hattrætti. Þeir hafa oft fengið þessa blessu, eins og maður kallar þessa flugvélaveiki hérna yfir hafið. Þeir eru rosalega flotta tölur og talað með geta skorið með hægri og vinstri, sko, svo einhvern veginn gerist að þeir eru orðnir minni og ekki eins hraðir og góðir, en þetta er alltaf mikið lott og líka KR er náttúrulega búin að vera heppnir með útlendinga upp á síðkasti. Við vorum náttúrulega með frábæran útlendingi í honum Krejón, þannig að mikill missar á honum, þannig að næsti útlendingu það að vera góður til að fylla í þau spór. Já, það eru auðvitað breytingar á KR-liðinu og Ægir Þór Steinarsson auðvitað sem spilaði með á síðustu leiktíð farið til Spánar, Björn Kristjánsson, hann er farinn í Njarðvík, Helgi Már Magnússon hættur og eins og Hermann nefndi Michael Krejón sem að auðvitað var frábær og kannski einn af þessum betri mönnum svona í seinni tíð, svona að maður horfir á hann svona heilt yfir. Já, algjörlega. Hann var einhvern veginn, hann var alltaf góður. Það var bara ekkert leikur sem hann var einhvern veginn slakur. Ef hann var ekki að skora þá var hann bara að gera aðra hluti og gera aðra í kringu sig betur. Hann var með 20 stig, 25 stig, hann var aldrei að taka neitt frákast í svo kvöldum, ef við getum sagt stjörnunum í liðinu. Þannig að hann einhvern veginn fittaði viljinn í þetta leikkerfi sem KR-ingar spiluðu og náttúrulega, ég meina, þeir unnu titla með honum og það er það sem skiptir máli. Þetta sáu auðvitað stjörnur í liðinu. Hér er liðið Brynjar Þór, Arnór Hermannsson sem að maður við hliðar á mér þekki nú ansi mikið til, Snorri Hrafnkelsson, Darra Hilmarsson og auðvitað nýr liðsmaður sem að kemur úr Stykkishólmi, Sigurður Þorvaldsson. Og þá er það lið stólana, ætlar að skoða hennan Senegala í treyju númer 15 sem heitir Samb Mamadou. Hann var að mála hjá svona liðum sem það sem er spilað körfubolti, Pétur Rúnar, Viðar Ágústsson, Chris Kert kemur auðvitað í liðið, Helgi Rafn á sínum stað og síðan hinn Samb sem að er Senegalinn með spænskt ríkisfang, búinn að vera lengi á Spáni. Og allt klárt hér í DHL höllinni og nú er að sjá hvað við fáum í þessum fyrsta leik Íslandsmeistarana KR á móti Tindastóli, liðunum spáð öðru og þriðja sæti og það er spænski Senegalinn sem að vinnur uppkastið og þeir leggja hér á stað. Stólarnir, Helgi Rafn með mikla reynslu, alltaf að Chris Kert og Viðar, sjáum hér Kert. Chris Kert er mikill fengur fyrir þetta lið, það sem þeir missa líka Lewis og Flake, þeir missa rosalega reynslu úr liðinu en þessi leikmaður er búinn að svo sannarlega sína hvað hann getur, hann Chris Kert, þannig að þetta er mikill fengur. Gott frákast hér hjá Sigurði Þorvaldsinni og þá koma KR-ingarnir. Sigurður með mikla reynslu, Brynjar með plássi sitt fyrir utan og hann lætur ekki bjóða sér þetta tvisvar. Fyrsti þristurinn og það er Brynjar Björn. Hann hefur skotið á þessu svæði áður, hann kann vel við. Brynjar Þór segi ég sem á þetta, Brynjar Þór Björnsson, Chris Kert. Og Pétur og Chris Kert og þeir eru að reyna að opna vörn KR-ingarna, Brynjar til varnar og Viðar með skoti, hittir ekki úr fínu færi. Kemur Arnór. Og Darri Hilmarsson og Darri, hann setur þetta niður.
Góður sprettur á KR, byrja hér á 5-0 spretti. Já, þetta er líka, þeir eru líka að fara á þá, þeir fara inn í teginn, þeir eru alltaf að láta reyna greinlega strax á stóramannin. Sjá hvernig varnarmaðurinn er, hvernig hann hreyfir sig líka án bolta og gegnum pitt. Snorri mætir honum og Snorri slæðar nú upp í hann. Nú var það kært, Darri til varnar. KR byrja þetta mjög vel, Viðar hérna frýr í horninu og svolítið vandræðaleg sóknarleikurinn hjá KR-ingum og skotklukkan rann út og KR-ingar eru fljótir að refsa. Arnór, 7-0. Flottur kafli. Sjáu líka það, KR-ingarnir eru að skipta mikið á skrínum. Þeir eru allir eiginlega svipari hæð þannig að þeir geta skipt á skrínum. Á fyrstu stigin, Pétur Rúnar Birgisson skorað fyrir Stólana og KR-ingarnir halda boltanum. Vill á Pétur Rúnar. Pétur Rúnar er svona einn af þessu leikmennum sem við búum svo miklu af í vetur. Rosalega mikið efni. Það er Snorri og Sigurður og Snorri á móti Sam. Arnór. Og Snorri fingralangur þetta tekur hérna boltan og þetta er Darri Hilmarsson. 9-2. Það var ekki fallegasta kerfi á KR en það gekk upp. Já, það þarf ekki alltaf að vera fallegt. Það þarf ekki alltaf að vera fallegt. Það man enginn eftir því þegar líður á leikinn. Það er kært. Og flýtskotið undir körfunni. Það er gamla kempan sem að skorar þetta, Helgi Rafn Ingvarsson. Þá Arnór á móti Pétri. Og boltinn hér út á Sigurð og 11 sekúndur eftir að klukkunni. Sjáu hvernig KR-ingarnir hlaupa mikið af hvor öðrum í gegnum pitt. Þannig að þeir eru svona að sjá hvernig Tindastóll bregst við að skipta á leikmönnum og þeir eru náttúrulega að reyna að fá ákveðið svona, ef maður má sletta, svona mismatch á stóramanni hjá. Sjáum hér villa sem að Mamadou fær og Snorri fer á línuna. Fyrsta skiptingi kominn, Chris Keirt fer út og inn og kemur nýr leikmaður fyrir þá. Hafþór Björgvin Ríkharðsson, frábær leikmaður sem kemur frá IR. Mikil hálóttafugl, hann á örugglega eftir að sýna okkur eitthvað hérna í kvöld. Sjáum hvað hann gerir. Staðan 10-4 hér þegar að 3 mínútur réttæpar eru búnar af þessum leik. KR byrjar vel. Og Snorri. Þetta fer niður. 11-4. Pétur og Hásen. Viðar. Og KR-ingarnir vinna vel hérna í vörninni. Spila grimma vörn KR-ingar, hjálpa mikið, skipta mikið, þannig að það er rosalega erfitt að komast fram hjá svoleiðis liði, þannig að þeir eru að gera rétt. Arnór keyrir hér upp og Darri var eiginlega kominn svona í skotið áður en hann greip boltan. Og fljótur fyrir boltan sínu með, hann er svo svakaleg formið sínu. Pétur Rúnar. Arnór mætir honum. Mikil átökandi út í körfunni, Snorri og Mamadou. Og þennan bolta eiga KR-ingar. Sóknarleikurinn hjá Stólunum er bara ekki nógu góður. Nei, ég er sammála Arnar. Þeir eru ekki að gera eitthvað sem ég held að þeir myndu að gera strax í byrjun, að leita niður á stóramanni. Þeir eru ekkert ennþá farnir að gefa hann niður á lyklinum. Darri. Og Sigurður Þorvaldsson með Helga Rafn í fanginu og Helgi Rafn með mikið vankaf. Og Helgi Rafn er dæmdur brotlegur. Ekki auðvelt að fara fram í Helga. Hann er góður varnarmaður og alveg naut að vexti. Þriðja villan á Stólana. KR-ingarnir eru villulausir hingað til. Og Sigurður Þorvaldsson fer á vítalínuna. Staðan 11-4. 7 stigum munur hér strax eftir 4 mínútur. Seikarskoti ratar. 8 stigum strax í byrjun.
Það er náttúrulega nýja reglur hérna í deildinni sem leyfa mönnum að velja sér hvaða númer sem er á baki. Þannig að þið sjáu náttúrulega líka nú Siggi númer 23, þannig að menn eru með svona stærri tölur átt á bakinu. Þannig að hann valdi sér Jordan. Það er vel gert, hann ætlaði sér mikið sinna. Kom í KR með Jordan á bakinu. Já, það er rándýrt. Brynjar rífur sig lausan og þetta er frábærlega gert hjá Brynjari. Það er vel gert, þetta er erfitt skot, tekur svona á annari löppinni. 10 stiga munur. Stólarnir þurfa að fara að svara þessu, stöðva þetta áhlaup KR-inga. Ég vil fara að sjá Tindastól aðeins fara að finna stóramanni sinni niður. Ég skil ekki alveg þessa spilamennsku. Hér nær hann frákastinu, hann er umkrindur og skrefar. Fín vörn hjá KR-ingum. Já, þetta er... Það er mikil orka í þetta sem að gaf ekki neitt. Sjáum þetta aftur, hér er hann að berjast úr boltan og... Já, hann tippar hann aðeins en ég vil fara að sjá það notan betur. Brynjar og Snorri. Já, kemur skot fyrir utan og þetta er beint ofan í Sigurður Þorvaldsson. 17-4 og fyrsti leiklutin er hálfnaður. Hvað erum við að sjá hér? Þetta er bara ofsalega slakur varnarleikur. Menn er að hreyfa sér lítið, menn er ekkert að hjálpa hvor öðrum og ég veit ekki, erum við að horfa á Tindastól komandi inn í þetta haldandi að þetta sé ekkert mála því að Pavel, Jón Arnór og engin útlendingur hér á KR? Já, eitthvað er það. Þeir verða að horfa á hvaða lið eru á spilamóti. Þetta eru á spilamóti mönnum sem eru sko þrefaldir meistarar og miklir reynsluboltar. Og þekkja þessa höfn náttúrulega betur en aðrir. Ansið vel. Okay. We need to score. We start to make bad shots. Okay. We're not moving the ball, just receiving and shooting. Okay. We need to move the ball. We go now with one or freelance to move the ball. Okay. You the four. Okay. Every time we go middle screen now, hey, thumbs up. And then when Peter arrives, Helgi will be here. Okay. Paco. For Chris, we run for Chris. Okay, we go your wing side. As soon as you arrive, everybody here, middle screen. Thumbs up, and 5, sorry. Já, það gengur ekki að hjá stólunum og skotnýting þeirra er eftir því. Það er ekki bara varnarleikur, það er sóknarleikur líka sem einhvern veginn er ekkert að gefa þau nokkuð skapaðanum. Nei, það vantar bara einhvern veginn allt flæði. Það er eins og þau séu eiginlega bara hafi bara hist í gær og að byrja að spila fyrsta leikinn í dag. Þannig að það vantar einhvern veginn tengingu á milli manna og svona opna fyrir hvern annan. En núna vill ég bara fara að sjá boltan hjá Tindastól fara aðeins niður á númer 15. Stóra manni þeirra. Sjáum til. Og enn og aftur erfiðleikar í sókninni. Björgvin. Og hann nær ekki að setja þetta niður og þeir ná frákastinu og fá auka sekundur. Hér brýtur Brynjar. Það má eiginlega segja að þessi sókn var nú ekki burðu hjá þeim en þeir hafa þó aðeins að hefna með sér. Já, þetta er svona ennþá bara svona tilvíðunarkennt. En þetta var vel fyllt eftir hjá honum Pétri. Hann hélt sig við efni og er komin á línuna. Pétur Rúnar setur setna, nei, og hér er það Sam sem að teka frákasti og brotið á honum, það gerir Snorri og þá sendar hann á línuna. Nú er að sjá hvort að stóri maðurinn skilar þessu vítaskotum. Það má nú rekna með því hann eftir að fá nokkur vítaskot á þessu Íslandsmóti og þá er eins gott að hann sé nokkuð drjúgur við að skora. Já, þetta fer á ný. Það var létt yfir honum. Já, það er gaman að spila körfubolta, það er sem skiptir máli. Já, þetta er fínasti skotmaður með þessi tvö skot. Já. Sjáum til. 7-17. Hann er allan búinn að steina plössin. Brynjar. Snorri. Þetta er betri vörn hjá Tindastóli núna. Strax miklu betra. Brynjar setur þetta hendina á undan sér og er ekki sáttur við þennan dóm en hann er kominn. Björgvin Hafþór Ríkharðsson láð þarna eftir, fékk hann að högg. Það er þarna olbúan í haugana.
Chris Kerr kominn inn á og nú að sjá hvort að stólarnir á eitthvað að slípa sinn sóknarleik. Björgvin og Helgi kominn inn og líka. Kerr og inn á Mamadou. Chris Kerr. Þetta gerir hann virkilega vel. Þarna er hreyfing. Skilar þessu niður. 9 stig komin úr stólunum. Arnór. Þetta hann starra hlutverk og spennandi að sjá hvað hann gerir. Bráðefnilegur. Og Guðmundur Þórir. Boltinn dansar hann af hringnum og þá koma stólarnir. Björgvin. Þórir svona einn af þessum bráðefnilegu drengjum í þessari deild hjá okkur í ár og nú líka Vilhjálmur kominn inn á þetta nummer 14. Hann ungur efnilegur líka, það ungliðinni á KR í augnablikinu. Og Pétur fyrir utan, hittir ekki. KR-ingarnir vinna boltan. Þóri Guðmundur. Ruðningur. Góð hjálpavörn hjá Helga þarna. Stansetur sér vel, sér hvað að gerast. Helgi Freyr Margeirsson. 17-19 og Þórir kom með 2 villur og Brynjar 2. Aðrir minna þessum að þið. Já. Sjáum að stólarnir fengu 3 fyrstu villurnar og KR-ingarnir búin að fá 4 í röð. Þú sér líka eftir að þeir tóku tíman hérna á hann, þeir eru á 17-4 var það ekki staðan. Að þá hafa þeir spýtt í lófana sérstaklega varnarmegin. Þeir eru svona aðeins ennþá að slípa sóknarleikinn. Nú vil ég sjá, já, loksins. Þeir fær hann boltan og kerir átt að körfunni, hittir ekki í. Og hann vildi hann fá eitthvað verið fyrir sinns nú, það ekki neitt. Arnór. Þetta alveg haft eitthvað. Og Darri úr horninu. Þetta vel tekið frákast. Var þetta sveið þarna upp í rjáuna og stór sendingin, frábær sending og frábær vörn hér hjá Arnóri, ekkert að þetta. Fösta var ekki ánægð með þetta en engin dómur. Hér stelur hann boltanum, stóri maðurinn. Og hvað gerir hann? Sækir villu, 2 stig og þar tækir verið til að bæta því 3. við úr vítaskotinu. Þetta er vel klárað hjá hann. Nota skrokkin vel hérna og fær körfu góða og víti. Vel gert. Beðið eftir snertingunni og fær hana staðan 17-11 og þetta lítur mun betur út fyrir stólanum núna. Það er 7-0 áhlaup eftir leikliðið hjá þeim, þannig að þeir hafa allan að greinilega hlusta á þessum þjálfarinn sagði þá. Skulum aðeins hvort við getum numið það sem KR-ingarnir eru að ræða. Hausinn á, ég tala við dómara, ekki þið. Við fáum okkur að villina okkur og fáum það okkar. Það kemur tilbaka seinna. Skilið? Töffara. Basically. Ef það ætla að fara að skipta eins og það ætla að gera með Arnór og Darra hérna áðan, Arnór og Sigga, þólum á hann. Látum að setja skínu, komum að því, fáum hann þannig inn. Ef það ætla að yfirdekka flössum hæpúst, ok? Hreyfum boltan áfram, ok? Akkurat núna erum við að flýta okkur mikið í sóknarleiknum, ok? Tökum okkur aðeins meiri tíma. Látum boltan aðeins ganga svo framvegis, ok? Snorri kotið inn fyrir Villa, ok? Hei, áfram kraft. Ok, let's go. Og verðist. Sigurður Þórðarson búinn að taka 5 af þessum 8 frákostum fyrir KR-inga. Sterkur. Fyrirstaðan 17-11 og 2:40 eftir, sjáum hér. KR-ingar náttúrulega er ekki svona faktist með eiginlegan stóran leikmann í hópnum í augnablikinu, þannig að það er náttúrulega fer mikið á Sigga og Snorra að taka frákostinn. Nú er hann að fara að koma inn á einn myndarlegsta leikmaður deildarinnar hérna, sittur við hliðina á okkur, Helgi. Það mátti ekki hrósa honum svona, hann heyrir þetta. Já, ég veit að hann á að heyra þetta. Já, ok. Og þetta fyrir niður. Skilar 3 stigum í þessari sókn. Og Helgi spratt á fætur. Já, svolítið hvað brosandi ég sagði þetta. Já, heldur betur. Og mjög ánægður með þetta. Já, hann með fallegt bros. Þessi fallegu orðin. Arnór. Og góð pressa hér. Og þá kemur Chris Kerr og skorar. Þeir eru komnir heldur betur inn í hennar leik. Drengirnir frá Króknum. Arnór, 3 stigamunum núna. Heldur betur mikið áhlaup hjá stólunum. Hann var 17-4 áðan. Snorri hittir ekki. Þetta er auðvelt frákastur í Darra og brotið á honum. Og það gerir Björgvin.
Darri vel staðsettur þarna. Þú sér líka hvað þeir eru að gera. Náttúrulega KR eru, ef maður á náttúrulega alveg hreinskilni, þeir eru ekki sterkir kannski í bakvarðarstöðinu í augnablikinu. Arnór náttúrulega er freka og róreyndur, en þeir náttúrulega að taka svolítið stórt hlutverk núna. Heldur betur. Þannig að þeir eru að sjálfsögðu að setja mikla press á hann. Það er ekki Pavel svona til að stjórna liðinu inn á vellinum, svona eins og hann oft talað hann sé svona þjálfarinn inn á vellinum. Darri skilar þessu niður, 18-14. Og Helgi tekur frákastið. Pétur. Chris Kert. Mikill fengur fyrir það að fá hann og hann með skot fyrir utan hittir ekki. Darri með frákastið. Og þá Arnór. Og skila boltanum hér á Sigurð og Sigurður á móti Helga og Sigurður upp í loftið en hittir ekki. Og Kert tekur frákastið. KR-ingarnir er ekki að gera það sama og gerðu hérna í byrjun. Þeir eru ekki það er ekki alveg sama flæðið í sóknina. Þeir eru svolítið mikið að reyna svona 1-1. Hér kemur Björgvin hittir ekki og frákastið taka KR-ingar. 4 stiga munur. Arnór og Sigurður Þorvaldsson hér út í horni og það er Þórir og glæsilega gert. Tók hann að sprettinn, enginn til að stöðva hann og hann setur þetta niður, 6 stiga munur. Hér er skot fyrir utan hittir. Þessi drengur er óbóðslega spennandi. Já, hann er það. Pétur Rúnar. Þetta finnst mér bara einn af mest spennandi leikmenn á deildinni. Það er líka Eiríksson svo mikil yfirvegun í öllu sem hann er að gera og alveg frábær leikmaður. Sendingin á Snorra og boltinn af Björgvini út af 3 stiga munur. Skipta KR-ingar. Arnór og Sigurður Þorvaldsson fara út af. Vilhelmur Kári kemur inn á. Nú erum við Brynjar og Þórir svona þeir sem að munu koma upp með boltan hjá KR. Hvorur þeirra er svona eiginlegu bakvörður. Þetta verður fróðlegt. Brynjar, Helgi til varnar og Brynjar með skot. Löngu færi og neglir þessu niður. Þetta er auðvitað besta leiðin til að slökkva í mótherjunum. Og lítið sem getur gert við þessu. Og Darri með frábæra vörð á móti Kert og Darri, hvað gerir Darri? Út í hornið og Þórir með slæma sendingu. Þarna voru stólarnir heppnir. Pétur keyrir áfram. Setur þetta niður drengurinn. Vá! Rosalega vel klárað. Erfitt færi. Hann er svona komin einhvern veginn úr jafnvægi. Stigaðist 8 stig hjá Tindastóll núna. Brynjar. Vill fá meiri hreyfingu á sína menn. Björgvin til varnar. Já, og Brynjar tekur skoti sjálfur. Þetta er á stutt. Það var Finnur eitthvað brjálaður við dómarann. Ég sá nú ekki alveg út af hverju það var en Ég held að það hafi verið brotið á Brynjar í skoti. Ég veit það ekki. Sjáum við þetta eða spurning. Snorri sem var á endanum dæmdur brotlegur og stólarnir fá boltan. Geta þá minkað þetta enn frekar. Frekar og opnir og hleypir falli í gegn. Heldur hann ítir á frunta, það kemur svo Helgi. Force him dribble! Don't let him stop and shoot! Chris, like this man, is impossible. A junior taking 1-on-1 and a dunk on you. That's bullshit. Play hard. All of it, guys. Hey, offense, True. Hey, listen. Offense, when we start to do it well, is because we move the ball. Okay? Talk some place that we have to move the ball. Go on flex, but don't stop here with Chris. Keep going. Okay, keep going like this. Boom, screen, here. Okay, go flex, go freelance, go one, move the ball. Já, hér José María Costa Gómez búinn að fara yfir þetta með sínum mönnum. Munurinn 4 stig og hann var nú svolítið að fara fram á það sem við erum búin að vera að ræða þarna, Arnar, að hann vill fá meiri hreyfing á boltan sóknarmegin.
Þeir eru svolítið í staðinir að reyna að gera einn og einn eitthvað. Hann vill fá meiri hreyfingu og fá fleiri menn inn í sóknarflæðið. Já, það eru auðvitað KR sem að byrja með boltann og stólarnir sem að vinna í uppkastinu. Og kemur Brynjar, Þórir og Snorri setur þetta hindrun og einhver misskilningur þarna og þetta gengur ekki hjá þeim og Björgvin og harðar sprett á Björgvin, skilar þessu niður, minkar þetta niður í 2 stig, 23-21. Þórir. Skref á Þórir. Árið. Við sjáum þetta svona farið að vera aðeins þyngra hjá KR-ingum eftir frábæra byrjun þar sem að þeir komist í 17-4. Nú er þeir bara eins og það sem Tindastóll er að gera það sem við vorum að biðja. Þeir náttúrulega fara að spila bara miklu stífari vörn. Setja mikla pressa á manni með boltan. Það er að skila sér. Chris Kert og Mamadou er ekki innan núna. Pétur Rúnar. 5 sekundur eftir á skotklukkunni og Pétur með skoti og setur þetta niður. Þessi drengur er töffar. Frábært. Stórandi konur yfir. Hann er þokkalega tilbúinn í þetta tímabil, það er nokkuð ljóst. Heldur betur. Og líka má ekki gleyma varnarhlutverkina. Hann er að spila fanta góða vörn. Sýnir mikla pressa á bakvörðinn og hreyfanlegur. Hér er Snorri frýr í horninu, setur þetta niður, vel gert hjá Snorra. Kemur KR aftur yfir. Jafn leikur eins og staðan er núna. Pétur og út í hornið á Björgvin, setur þetta niður. Þriggja stiga karfa hjá Björgvin úr horninu. Þarna skapaði Pétur þetta aftur hann. Dró menn til sín og gaf opinn mann. Brynjar eftir að gera betur þarna. Það er bara óvandur að vera svona nála þörun heldur. Já. Björgvin. Stólarnir hafa alveg tekið leikinn yfir núna. Falleg hreyfing. Ábæðilega gert, hann hittir ekki mikið í þetta lagt en stiginn kom ekki. Þórir reyna að stíka sér á milli þeirra, Snorri á Brynjar og Brynjar lyftir sér upp fyrir utan línuna og setur þetta niður. Brynjar, Þór Björnsson, 10 stig frá honum, 11 stig. Hartar þarna sára með dómaran að þessi hafi verið brotið honum í skotinu. Björgvin og Helgi. Chris Kert, Darri til varnar, Snorri á móti Helga. Þetta er spennandi slagur hér. Og Helgi tekur frákastið, setur boltan út og Björgvin með skot fyrir utan, hittir ekki. Og KR-ingarnir eiga boltan. Það var 3 sekundir sem var að dæma þetta. Nei, hann dæmdi villu á Chris Kert. Á villu á Kert? Já. Og það Pétur aðeins að hvíla sig og inn maður kemur enn einn, Viðar Ágústsson, enn einn svona efnilegur strákur. 28-27, KR-ingarnir með fórustu. Og Darri, og sjáum við baráttunni hér. Lupuður þetta saman. Helgi og Kert. Helgi Freyr Margeirsson og Chris Kert. Arnór kominn aftur til að spila í KR-inga. Darri og Snorri, svo litið fullbrugangur á þessu núna og þessi sendi ekki á Snorra, rataði ekki Björgvin og Björgvin heldur áfram, Björgvin með og hann í bakkinu. Fín vörð hjá KR-ingum, ekkert á þetta og KR-ingarnir Brynjar beið bara eftir boltanum, Helgi brýtur á honum og þetta er nú kannski ekki alveg svona engin fimmleikar í þessu núna. Nei, þetta er saltið svona kallalegt, stórkallalegt. Ég hef bara getið orðað þetta á þannig, þetta er ekkert sérstaklega sexy. Þetta er að datt hálf lið í hinum meginn og svo kemur svona eitthvað svona þungt lay-up hinum meginn. Brynjar var bara eins og bara sender í fótboltanum, hann var ekkert að fara tilbaka. Nei, vera frammi, bestu færin þá. Hann fiskar hér vítaskot. Og Brynjar sterkur á línunni og setur þetta niður. Tveggja stiga munur, Brynjar getur komið þessi í 3 stig og það gerir hann.
kemur stóri maðurinn. Mamadou kemur inn og aftur fyrir Helga. Þetta sem 2.8 á hæð. Já, og Vængkaf sko. Hann klórar sér í njánum á þess að þurfa að beygja sig sko. Björgvin. Og inn á Mamadou. Ætti nú að losna stígur út af. Gengur ekki hjá Chris Kerr. Ekki fundið taktinn. Þetta 7 mínútur eftir að kemur mest í reynsluboltinn inn hjá Sauðárkróki. Svavar Atli, hann búinn að vera lengi í þessum bransa. Já, hann búinn að vera lengi í þessum bransa. Hann mætir alltaf, skilar alltaf sínu. Skilur hann aldrei eftir opinn, og lofa því. Brynjar. Og Brynjar fer þetta fram í ánum og Svavar klórar aðeins aftan í hann. Þarna var Svavar nú ekki alveg greinir það, hann var ekki alveg komin í stand þarna. Vantaði svona aðeins upp á að geta stöða. Já, en það eru hliðarhreyfingarnar annars hægara en það hafa verið, sko. Þá fari yfirleitt menn á þá náunga. Snorri og Brynjar lyfti sér upp, en þetta úr stutt og stólatinn á boltanum. Viðar Ágússon. Og Björgvin. Snorri hefur Mamadou í góðri gæslu og Mamadou lappar á stað hérna inn í teginn og hittir ekki. Siggi Þorvald tekur frákastið. Það var hann bara opinn Mamadou, þetta var fín hreyfing hjá honum. Notaði Vængkafið. Og Sigurður með skot fyrir utan. Það dettur ekki. Mamadou tekur frákastið og Björgvin. Og dálítið mikill ákafið hérna í stólunum og þá kemur Snorri. Snorri Hallgeirsson í dauðafæri, skítræddu við Mamadou. Já, það stóð, hann var alveg langa leið, hann var að blokka sig, sko. Og leiður farin að hugsa það, þá ert ekkert að fara að skora. Og hér kemur skot frá Chris Kerr, hann enn ekki búinn að finna taktinn. Sigurður. Siggi Þorvalds að gera vel varnarmegin, hann að taka vel mikið af frákastum. Heldur betur. Brynjar dálítið mikið í þessu hjá KR-ingunum. Og hér bara allt og stór maður fyrir. Viðar brotið á honum, það gerir Darri Hilmarsson og villa á KR. Brynjar fær að hvíla lóðinbein, kom með 13 stig, stigahæsti maðurinn í leiknum. Pétur Rúnar honum næstur með 11 stig fyrir stólana. Það er Björgvin. Og erfið sending, alltof erfið sending og KR-ingarnir loka vel á þetta í vörninni. Það er svona bæði liðin að reyna að þrönga einhverju núna svona. Það er ekki alveg hefnast. Sigurður Þorvaldsson með erfitt skot og KR-ingarnir vinna frákastið. Þórir gerir þetta vel. Sigurður. Við verðum að sjá svona áferðin á körfuboltar. Þetta er svona, það er greinlegt að þetta er bara að byrja. Þetta er að byrja og þetta náttúrulega eftir bara að slípast saman. Þannig að þetta er eins og segið, það er þessi blessaði haustbragur og hann er alveg að minna á sig hérna. En flott tilþrifin á milli, gleymum því ekki. 5 mínútur eftir að fyrir hálfleik og KR með 3 stiga fórustu. Og þá er Pétur Rúnar kominn inn á aftur. Og inn á kom líka Hannes Ingi, ungur drengur. Það er efniviðurinn mikið þarna á Sauðárkróki. Heldur betur, hér skotið fyrir utan, Viðar setur undan niður, 3 stiga karfa. Vel útfært, galopið skot og sjálfsög setur undan niður. Hannes Ingi Másson í treyjunum 4, hér á móti Þóri. Vilhjálmur og Darri með skemmtilegt tilþrif og það er ekki að skora. Svavar tekur frákastið og þá Pétur virkar í fantastöði, fantaformi. Þetta á Darra. Nei, Sigurður Þorvaldsson. Sigurður, ítt í bakið á hann og það fekk sendinguna. Sigurður Þorvaldsson fær sína fyrstu villu. 30-30. Staðan jöfn í DHL-höllinni og gleymum því ekki að hér fyrir ekkert rosalega lungu síðan var staðan 17-4 fyrir KR.
Þannig að þessi leikur hefur aðeins sveiflast heldur betur. Öllum 5 sem við vorum í þér. Ég veit að við erum búin að tala skotmennina. Það sem þetta gerir er að stunda, sína, þá veit hann af þér. Hann á ekki að fóta svona galoppi á tóknum, skiljið. Skiptir engum máli hvað heita, það geta allir sett það. Ekki? Brynjar, hvað fyrir Arnór? Ok? Áfram túnum. Já, sjá hvað þið getur skipt á seinna skrifinu. Já, og líka þið var Arnór eiga að sína meira. Ok? Let's go! Já, Sigurður Þorvaldsson og Pétur Rúnar með fína tölur hér í þessum fyrri hálfleik. Pétur með 11 stig og Sigurður Þorvaldsson verið drjúgur. 8 fráköst. Heldur betur 4 stig. Við að sjá hér síðustu 4 mínútur hálfleiksins. Dómarinn hafa haft fín tök á þessu leik að leyft honum aðeins að fljóta. Það er ekkert svona verið að dæma ykkur að óþarfa villu fyrst mér. Svona haustbraksvillu. Já. Hannes og Pétur Rúnar. Pétur Rúnar, allir skothreyfing hérna og KR getur vinna boltann. Þórir. Brynjar, hann fer alltaf í skotum leið og hann á möguleika á því. Já, ég held að hann sé frekar skammaður ef hann gerir það ekki. Það var svolítið fyrir því að ná þarna jafnvæginu og nær ekki að setja þetta niður. Pétur með frákastið og boltinn síðan á Þóri og út af og það eru stólarnir sem að leggjast að 30-30, 3,5 eftir af fyrri hálfleik. Pétur fer inn á Mamadou og Mamadou þarna með Sigurð í fangin og þetta setur hann niður og falleg hreyfing, vel gert. Nær þarna stöðinni beint undir körfunni, þá ertu ekkert að held ég að fara að stoppa þennan mann. Þetta fara eins og segið, þeir fyrir að mjólka þetta meira. Skynsamlegt að Vilhjálm er ekki elda boltan því hann fór af Tindastólsmanni. KR getur halda boltanum 16 sekúndur eftir á skotklukkunni. Þórir. Og Þórir! Frábærlega! Virkilega vel gert hjá honum. Þarna mættist annað vænghafa móti þessu vænghafi. Hann er með ágætlega langar hendur líka hann Þórir. Það eru KR sem að staða þetta. 32-32. Brynjar. Og hann með bolta hér inn á teginu. Ég held að það er beint því niður bara heldur til taka. Já. Nei, ég held að þetta hafi verið rangt. Þetta var rangur dómur. Það var bekkur á Tindastóli, ekki ánægði með þetta. Hann snert aldrei línuna. Ég horfði á þetta, ég sé mjög vel. Sigmundur Már Helbergsson var fljótur að flauta. Sjáum þetta hérna. Hann fór aldrei út af. Það er Eggert sem flautar í dag. Það er Eggert. Sigmundur bara varði dóminn. Já. Og hér kemur skot fyrir undan, það gegar og mikil barátta undir loftinu og vel gert hjá Hannesi, náðu þetta mótanum. Svavar hér út í horninu og Viðar 9 sekúndur eftir á skotklukkunni. Pétur Vilhjálmur á móti honum, fín vörn hjá honum og sjáum þetta síðan. Algjör stórkostleg tilþrif hér hjá Drengnum. Skotklukkan að vera búinn. Ég ætlaði að fara að segja, já, ég hlaut að vera svoleiðis. Ég ætlaði líka að segja hvað er hann að pæla. Sigurður, 40 eftir að fyrir hálfleik. Darri með þessi skemmtilegu skot sín, sleppir boltanum og beint á hann í. Þá er ég 34-34. Eins og við viljum hafa þetta. Pétur. Svavar. Þetta er þetta hreyfingu á stólana en þetta nefndar hjá Pétri. Hann með skot fyrir utan. Hittir ekki en einhvað síður ágændistilraun, var ekki langt frá því. Nei, menn eiga að gera þetta. Hann er heitur, hann er alveg með sjálfströstið alveg eins hátt og það getur orðið. Það var virkilega vel gert hjá Brynjari Þórbjörnsssyni, kom með 15 stig í leiknum.
Hann og Pétur eru svona afgerandi í stigaskori í liðunum. Hér einhver reikistefna sem að Gæðablaðið Óskar Ófegur að gera hér athugasemd og ef hann gerir athugasemd þá eiga menn að hlusta. Já, hlusta menn nákvæmlega. Mínúta eftir af fyrri hálfleik. Mamadou. Pétur. Þetta látar í grasinu. Hannes með skot fyrir utan. Það geigar og boltinn kominn út af og KR-ingarnir eiga hann. Fín barátta því að maður út. Þegar þú sér útlendinginn fleygja sér í gólfið og eftir boltinn, þá náttúrulega fylgja hinnir eftir. Þannig að þetta er flott að sjá þetta gerast. 46 sekúndur eftir að fyrri hálfleik og KR-ingarnir með forystuna og eiga hér þessa sókn. Brynjar með 15 stig fyrir KR, Pétur með 14 fyrir Stólana. Það eiga nokkuð í land með að ná þeim. Sigurður Þorvaldsson. Og KR-ingarnir halda boltanum. Gott vörn þarna hjá Hannes Inga. Setur mikla pressu og þeir eru innan svona rétt búin á boltan. Fullstilt Sigurður Þorvaldsson með þrist úr horninu. Hann er búinn að skila fínum tölum hér í þessum fyrri hálfleik. Pétur. 4 stiga munur. 20 sekúndur eftir. KR-ingarnir fá alltaf síðustu sóknina. Pétur. Falleg hreyfing. En KR-ingarnir vinna boltan. Brynjar og hann með sendingunni hér og Þóri og Þórir! Flott vörn hjá Viðari. 4,5 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Sjáum þetta hérna. Svo getur mann alltaf rifist hvort þetta var snerting eða ekki. KR-ingarnir vilja villu. Og Darri úr horninu, en hittir ekki. Og þar með rennur leiktíminn út í fyrri hálfleik. 39-35 er staðan eftir að KR-ingar byrjuðu þennan leik með látum 17-4 tíma. En Hermann, við getum eiginlega sagt að við erum búin að sjá flott til í þrifum. Við erum líka búin að sjá svolítið svona ryðgaðan körfubolta. Já, þetta er allt í bland, þannig að þetta er svona bara eins og maður bjóst við þessu að liðin þau eru náttúrulega ekki alveg slípuð sem er eðlilegt í fyrsta leik, en fullt af flottum tilþrifum og Pétur búinn að sýna okkur alveg hvers megnugur hann er, Brilli búinn að sýna náttúrulega Brynjarfriki, búinn að sýna það sem að hann gerir best. Þannig að ég held við séum bara að horfa svona nokkuð meina á það sem við bjuggumst við held ég. Og við getum enga veginn ráðið í það hvernig þessi leikur fer. Munur er ekki nema 4 stig. Sveiflurnar töluvert miklar í þessum leik og við tökum okkur hlé og komum svo aftur hér á eftir.
í Færeyjum. Sælir aftur velkomnir í Vesturbæðinni Reykjavík þar sem að KR mætir í Tindastóli í fyrstu umferð þegar Dominos-deildarinnar staðan 39-34. KR komst í 17-4 og náði 13 stiga fórústu og síðan voru það Stólandi sem skoruðu 10 stig í röð og komu sér inn í leikinn en Martin Hermann segir við vorum að tala soninn þinn áðan. Hermann, þessi fyrri hálfleikur, fín tilþrif eins og við vorum nefna áðan, en það eru kannski leikmenn sem við eigum eftir að sjá og komast betur í gang. Chris Kerr til að mynda ekki alveg kannski fundið fjöluna sína. Nei, hann er ekki alveg að hrífa okkur í augnablikinu. Hann hefur verið að reyna að móða og gera eitthvað, en það er bara ekkert gengið upp hjá honum. En hann kemur örugglega alveg bara sterkur inn í seinni hálfleik, en það er líka bara eins og með KR-ingana og Tindastól. Það eru tveir náttúrulega sem eru að blómstra í dag í augnablikinu. Það er Brynjar hjá KR og Pétur hjá Tindastól. Aðrir eru að einhvern veginn að reyna að finna taktinn. Sigurður Þorvalds að skila sínu tölum. Sigurður með flotta tölur, allan að hann er komið með einhver 9 fráköst og 7 stig, þannig að þetta eru fína tölur í fyrri hálfleik hjá honum og það mæðir líka svolítið mikið á honum. En allavega eins og við erum að sjá þennan fyrri hálfleik spilast að þá er engin lið að segja til það hvort þessara liða hefur sigur í kvöld. Nei, þetta verður held ég bara barningu fram á loka mínútu. Við skulum allavega vona það er alltaf skemmtilegasta TV-ið, sko. Já, sjáum hér leikinn í tölum en við komum síðan aftur með seinni hálfleikinn hér á eftir og svo minnum við að sjálfsögðu á körfuboltakvöld þar sem að leikjum fyrstu umferðar verða gerð skil og það verður ábyggilega trallað og tjúttað eitthvað í þeim þætti ef við þekki þá bændur rétt sem þar eru við stjórntölin. En við komum aftur með seinni hálfleikinn hér á eftir.
Sælir aftur, góður áhorfendur, velkomin með okkur í Vesturbæinn Reykjavík. Hér að ljúka hálfleik í viðureign KR og Tindastóls í fyrstu umferðinni og sjáum við nú harða stuðningsmenn KR-inga. Friðleifur tannlæknir þarna mættur. Þarna sá harðasti, Bóas. Bóas, hann ekki með rauðarspjaldið núna. Bóas bara með einhver rappun sem ég bara skil ekki. Hann öskrar alla leikina, fótbolta og körfubolta hérna allan á þessu hring og hann einhvern veginn breytist ekki inn á röddinn. Rauðarspjaldið geymt þar til að pepsíðin byrjar aftur. Já, lagalega. En staðan í hálfleik 39-35. Brynjar Þór Björnsson búinn að skora 15 stig fyrir KR, stigahæstur. Taka 4 fráköst. Dara Hilmarsson skilað sínu, kom með 7 stig sem og Sigurður Þorvaldsson. Og Sigurður Þorvaldsson tekið 9 fráköst hjá stólunum. Það hins vegar við magnaði Pétur Rúnar Birgisson sem kom með 14 stig. Og Mahmoud með 7 stig, 6 fráköst. En það vantar aðeins meira framlag frá Chris Keir til dæmis. Sjá hann aðeins svona öflugri allavega í stigaskorunni. KR-ingar yfir í 16 mínútur rúmar. Stólarnir í rétt rúmar 3. Hér það dómararnir Sigmundur Már Herbertsson, Eggert Þór Aðalsteinsson og Einar Þór Skarphéðinsson. Þeir dæma þetta og við höfum það bara verið séð að rósadómarum, það þýðir ekkert annað. Nei, það er bara... Það eru nógu margir sem að... Þeir eru líka búin að vera fínir, það er ekkert út á það að setja. Svo að sjá hvað við fáum hér í þriðja leiknutanum. Einhvern tímann hefði nú maður sagt að þeir væru í fínu færi núna stólarnir til þess að vinna KR-inga miðað við forföllin þar. Já, það líka var kannski svona bragurinn á þeim í byrjun. Þegar ég held þetta væri bara eitthvað svona, bara auðvelt. En byrjaði ekki þannig fyrir það var nokkuð ljóst. Hér er það Chris Kert inn á Mamadou og Mamadou hér á móti Snorra og setur þetta niður, fínar hreyfingar hérna. Bara í fyrsta sókn, beint inn á hann, niður við körfu og hvað gerist? Setur vinsturhöndin og Brynjar að sjálfsögðu svarar Brynjar Þór Björnsson. Svo gefur á hann og hvað gerist? Fyrirliðinn. Hann veit að nú þarf hann að draga þetta svo litið og hann gerir það, komið með 18 stig. Chris Kert. Hann þarf að setja niður einhvern 2-3 skot og koma sér í gírinn. Frábæra sendingu hér. Helgi að gera betur. Já, Helgi átti að allavega skila. Ríkala vel sett upp hjá hann átti að fá stóðsendingu þarna. Brynjar, hvað haldið þið? Hittir, já að sjálfsögðu. 60 hjá Brynjari hér á fyrstu 50 sekúndum. Hringurinn í DH-völlhellinni mikill vinnur að sprilla. Hann fekk að skoppa aðeins auka. Hann kemur alveg rétt skrúaður inn í seinni hálfleikinn. Það er nokkuð ljóst. Skyndilega 8 stiga munur. Það er Chris Kert á Mamadou. Og Pétur. Það gerir Mamadou. Nú að sjá hvað hann er góður fyrir utan. Hittir ekki. Hann er ekkert galið skot í sjálfu sér. Nei, hann er með fínt skot þessi strákur. Það er ekkert út á það að setja. En hvort hann er að taka þriggjastaðskot veit ég ekki. Sjáuði! Þessi á að taka þriggjastaðskot. 3 þristar í röð hjá Brynjari Þór Björnssoni. 24 stig. Og klukkar er rétt rúmlega 9. Svona er þetta. Pældi því. Já, pældi því. Það eru sumir að trekja vekjaran heima á sig núna, þannig að hann bara setja niður þrista. Það er rétt. Helgi getur nú skotið fyrir utan. En þetta var ekki gott skot og villa hér á Pétur og Arnóri. 3 þrista hjá Brynja í seinni hálfleik og skyndilega var hann 11 stiga munur. Þetta er fljótt að gerast. Heldur betur. Kosta ekki sáttur, komin hálfur inn á völlin hérna en það er nei. Brynjar orðin gengir á göflunum, ekki náður fjórða í röð. Hann átti að sjálfsögða að skjóta þessu. Og villa. Ruðningur á Pétur. Já. Þetta er hans þriðja villa. Þriðja villan, var hérna 2 í röð. Það er ekki góða fréttir fyrir Tindastóli, hann er að fara í ykkur villuhandræði. Þeirra besti maður. Færi 2 villur á einhverjum 14 sekúndum. Sigurður Þorvaldsson, 48-37 staðan. Og Arnór, það er mikinn spiltíma strákurinn, bráðefnilegur og KR-ingarnir halda boltanum, 12 sekúndur eftir að skotklukkunni.
Þetta er náttúrulega tími fyrir ungustrákunni KR að láta ljósið skína þegar hetjurnar eru meittar. Þetta er löng og ströng keppnistíð og hér er boltinn dæmdur af KR-ingum og Lúli Hindrun. 5 sekúndna reglan, hann náði ekki að koma boltanum í leik fyrir 5 sekúndur, þeir náðu ekki að opna sig. Guðmundur Benediktsson, brúnaþungur með höndundu kinn. Já, hann er að lesa eitthvað eina leik. Enda alfræð orðabókum körfubolta. Heldur betur. Pétur kom með 3 villur og Helgi Rapp. Og boltinn gengur ekkert sérstaklega mikið hjá Stóla núna. Chris Kert er að koma sér í skottfæri og þá er það Mamadou. Hann setur þetta fyrir utan 3 stigslínuna. Hann er búinn að sanna fyrir okkur að hann getur þetta. Já, hann getur ýmislegt. Já, þegar þú ert með mann upp á þessa hæð sem getur tekið 3 skot, þá er það ansi mikill styrkur. Þá þarf hann að drefa nú stórumennin í hinni liðinu. Arnór. Og frábær sending og Snorri er ekki að skila þessu niður. Darri tekur frákastið og með skot fyrir utan. Að sjálfsögðu, 3 stiga. Darri Hilmarsson. KR-ingarnir vel tengdir hér í byrjun seinni hálfleiks. Alltaf drjúgur hann Darri, það er ótrúlegu baráttu hundur. Pétur. Chris Kert, núna fyrir utan. Setur þetta niður. Já, þetta getur kannski kveikt í honum. Þarna þekki vann. Kardanur í 8 stig. Arnór. Og Sigurður og Brynjar. Ætlaði að lyfta sér upp. Vel gert Brynjar. Brynjar. Fyrst í staðinn. Hann er alltaf mikil ógn að hann fyrir utan, hann er búinn að hitta vel og þá koma menn hratt út í hann og þá fer hann á þá. Fer upp að körfunni, þetta er vel gert í Brynjari. Villa á Dara, önnur villan á hann. 10 stiga munur. Engin leikmaður ennþá í ykkur villumvandræðum, en bara Pétur er komið 3 villur. Liðin hafa ekki ágjur á því. Kemur Mamadou. Darri stelur boltanum á honum, Arnór kemur með honum og Arnór undir körfuna og Darri, nei, KR-ingarnir þarna í dauðafæri. Chris Kert og Helgi. Já. Þetta eru gömul fingraför. Mikil skiptan Helgi. Helgi Freyr Margeirsson og Arnór með sendinguna. Snorri í baslið með hann á valdi á boltanum en það er Eggert sá okkur á villu þarna. Já. Helga Rapp. Helgi Rapp hissa á þessu. Brynjar. Það verður að mæta honum, ekki hleypa honum í skotin og sjáu þetta Brynjar rýmur sér laus og setur undir yfir. Það er allt búinn hjá Brynjari. Svakalegur í þessum leik. Það er ekki að sjá að þessi maður sé að spila sinn fyrsta leik á leiktíðin. Hann er eins og sem búinn að vera að í allt sumar. Já. Hann náttúrulega nýtur góðs að því að vera vel tengdur eftir landsliðsprogrammi í sumar. Þannig að hann er tilbúinn, komið lengra kannski en margur aðrir í svona leikæfingu. 28 stig frá honum. Það var Chris Kert. Og þetta gengur þetta ekki hjá honum. Brynjar og Þórir. Sjáu þetta, þetta er fallegt strókar, fallegt skot. Seinni hálfleikur er að byrja nákvæmlega eins og fyrri hálfleikur byrja. KR-ingarnir eru svolítið að keyra á þá. Þeir eru ekki ennþá komnir einhvern veginn í gangfyrst með Tindastólmenn í vörninni. Þeir eru að skilja menn eftir opna og ekki að hjálpa þegar menn fara framhjá. Þannig að það er spurning hvort að kosta þeir að taka annan tíma eins og hann gerði í fyrri hálfleik og þá hristu þeir upp í þessu. 12 stiga munur og Björgvin kemur inn á. Björgvin, þetta fór svona svolítið að ganga þegar Björgvin kom inn á það var endilega honum að taka, en það var allavega... Það kom ykkur aðeins að auðvitað taktík í leikinn. Nú fer Chris Kert út af og sjáum hvað gerist núna. Þeir þurfa að fara að gera eitthvað. Guðmundur, Þórir Guðmundur hérna fyrir framann og Snorri út á móti Pétri. Fín hjálp hjá Snorra þarna. Hittir ekki og Brynjar, en Helgi Rapp hirðir þetta. Skref. Óöppin þarna, drófa aðeins löppina. Þessi dómar að sjá allt náttúrulega, það má ekki gera nokkuð skapað á vellinum. Alveg ótrúlega. Já.
þú einhvern tíma verið pirrað þegar þú varst að spila í gamla daga? Já, var bara aldrei dæmt á mig skref. Getur spurt Keflvíkingan á því. Já, ég kemur Brynjar og Sigurður. Sendingin þarna kom aðeins og fljótt fyrir Snorra sem var ekki búinn að... Hann var ekki komin í stöðu. Nei. En hugmyndin góð. Björgvin, Helgi, nafni hans. Finnaður hann þarna. Snorri grimmur með mikið vankar Snorri og gerir þetta vel. Stólarnir eiga halda boltanum. 7 sekúndur eftir að skotklukkunni. Það er eitthvað sem segir mér að Pétur sé að fara að taka þetta. Nei. Þetta fannst mér að Mamadou hefði kannski átt að stíga undir körfuna þarna en hann er með svo stórar hendur að Darri og Sigurður Þorvaldsson. Enn eitt þristurinn hjá KR-ingum í þessum leikluta. Þeir eru sjóðandi heitir. Þetta er líka bara, þetta er ekki flókna sóknir. Þeir eru bara einhvern veginn á teirinn í teig, henda boltanum út og það er alltaf galopið maður. Er þetta jafn stóra körfur? Já. Maður fyrir að setja spurningamerki við það. Varnarleikurinn og Tindastól í augnablikinu er bara virkilega slakur. Björgvin svaraði sem er 3 stiga körfu og Brynjar sér náttúrulega ekkert um á körfuna. Nei. Það er ekkert nýtt. Sérðu, en skotið skakt og fer ekki á ný. Þarna var engin hjálpavörn, þannig að voru menn að lesa leikinn kolviklust í vörninni. Björgvin og Pétur. Núna er stóri maðurinn hjá þeim, Mammut, með Þórir á sér og hann nær ekki að vinna sér stöðu til að fá ójafnan leik. Vel gert hjá Darra, heldur manninu vel frá, nota skrokkin. Já, þetta er farið að vera dálítið knút fyrirfærdi hjá norðanmönnum. 63-49. Þarna á náttúrulega Mammut bara að bakka niður mann eins og Þóri og vera með henni í bakinu og fá boltan og skora yfir hann. Það er bara svona þessi smáatriði sem eru að gera bara virkilega illa í augnablikinu, Tindastólsmenn. Ég trúi ekki öðru að þeir komið með áhlaup eins og þeir gerðu hérna í fyrri hálfleik. 3:20 eftir að þessum leikluta. Björgvin. Helgi Rapp, Helgi Freyr. Þetta var einhver villa. Snorri brotlegur. Hélt þarna í Mammut. Er það Mammut eða Mamadou? Mamadou. Það er klárað þetta núna, vel gert. — 63-51. 12 stiga munur. Sigurður og Þórir. Þórir og Sigurður þrír hérna. Ekki fór þessi þristu niður og Björgvin kominn upp í stúku. Já, hendur sér þarna. Bóas er farin að dæma. Bóas er alltaf klár. Það hefði nú getað fengið rauðaspjaldið þarna frá Bóasi fyrir þetta. Já. Þetta var líka Freyju draumurinn sem var hann að hrundi. Já. Það eru Bóasi tilbúndar hjálp honum. Stórkostlegur. 2:47 eftir. Stólarnir í miklum eltingaleik við KR-inga. O heavy gorrito de 4. Para estar abierto. Igual interior, high low interior. ¿Y pick central? Claro, pick central, 4 abiertos. Interior, sí, claro. Exacto. Hey. They switch here with Peter and Paco. Okay. Helgi, you will play the 4. Chris, you will play the 3. Okay. As soon as they switch with horns, with screen on ball, middle screen, whatever, Paco will come here, okay? We'll need, you come here, Helgi, open, clear open, okay? Peter, pass and cut or dribble. We play for Paco clear. Okay, Helgi here,
If your man help is for the shot. Okay? Force they switch. Horns on the switch. You go right, Paco go inside. Healthy, high post, opposite two shooter. Okay? Your win. On pace on Paco. Já, það heyrðu við að Spánverðir byrjuði þetta leikleimi því að ræða máluna þess á spænsku til svona fara aðeins yfir þetta áður en þeir færu í að ræða við leikmennina. Já, við skildum það vel, ég og þú allavega. Sjálfsögðu. Brynjar Þór Björnsson, 28 stig. Takk fyrir. Hvorki meirinn að vinna. Darri Hilmars 12 og Sigurður Þórðarson 10. Fyrir megin Pétur Rúnar ekki skorað í þessum leikluta. 14 stig alls. Þórir og Sigurður. Darri á móti Kert og Kert missir af honum og næst síðan frákastinu, bjargaði sér þetta. Helgi og Pétur. Eitthvað sá Sigmundur þarna. Þeir sjá allt. Já, athugasemd þarna í Darbarinu. En Kosta var náttúrulega að tala um þetta í leikliðunni náðan sem hann tók að hann vill að menn geri líka betur þegar káringarnir að skipta á skrínum og annað slíkt. Þannig að hann vill að menn opni sig meira upp á leiklunum þá í auðveld skot. Þannig að þeir vonandi hlýðunum. Fá Mamoto og Arnarseri, nákvæmlega þetta, sagði Helgi opinn. Hvað gerist? Þjálfara taktikinn maður. Það tók þetta úr staðaskála þetta sko. Það var alveg staddur bara í Austurbænum í Reykjavík. Helga líka við öll færi. Það ekki til neitt of langt frá körunni á honum. Við erum 9 stig. Þórir. Og Vilhjálmur. Sigurður. Ágættisvörð þarna. Sigurður keyrir undir körfuna. Frábærlega gert. Sá að þetta var að verða ansið þungsótt hjá KR-ingum. Þá tók Sigurður til sinna ráð og skilaði boltanum niður. Pétur. Sigurður komin í 12 stig, 9 frákvæst, flotta tölu sem hann kann skila þetta. Fín sending hérna frá Björgvin inn á Mamadou. Brotið honum. Sér það þegar þeir finna hann þannig niður við körfuna, það fer hann á körfuna. Það gerist alltaf eitthvað. Það er svo erfitt að finna hann, hann bæði svartur og stór. Já, bara, það sést ekki. Kemur Mamadou. Skorar. Hann góður á vítalínu. Já, hann með fín skot og það er spennandi að sjá hann í vetur. Það er náttúrulega, þeir eru með annan bandarækjaman sem ekki kominn með leikheimild sem að mun skipta inn alltaf út á móti honum. Þannig að þeir verða náttúrulega ennþá erfiðir eftir það. Senegal líka. Nei. Sigurður Þorvaldsson. Siggi að hitna maður. Hann heldur betur að skila sínu í þessum leik. Kom með 15 stig og verið drjúgur á báðum endum vallarins. Kert á Helga og Pétur. Björgvin og Pétur. Já. Misskilningur. Það var maður að ná hann. Eggert Þór ekki í tindastóli, hann hefði getað gripið hann, dómarinn. Þarna sérðu, þarna bara vantar þeir eru hugmyndasnöður í sókninni. Vilhjálmur með skot fyrir utan, hittir ekki. Og Björgvin bruna fram, vel gert hjá honum. Og Helgi hittir ekki og það er enginn sem að fer í þeir eru bara frákastið. Vantar grimdin einhvern veginn í þá núna. Þriðji leiklutin að klárast og Þórir með flotta gafreifingu en Stólarnir á ekki að halda þessum bolta og missa hann út af. Þórir að sína þessi frægu Evrópuskrefin svo þetta kallað. Stóru skrefin. Þetta er ekki Brexit. Nei, þá væri það náttúrulega bara hraðri niður. Þá væri hann í frjálsu falli núna. Eins og pundin. Já, nákvæmlega. Siggi fær að hvíla sig núna, Snorri kemur inn á. Já, flott framistæði á Sigurði Þorvaldsssyni. Hún er mjög góður. Brynjar. Til orðin óþólum að fá ekki skjóta á körfuna og þetta skot fyrir Giovanni. Og KR-ingarnir halda boltanum. Brynjar vill fá boltan.
Síðasta skotið, þeir hefa ekki alveg. Björgvin og... Gáði Brynjar, þetta náttúrulega bara... Hann ætlar í 40 stig plúseldi í þessum leik. Hann hefur ekki ennþá klikkað heldur 2 skotum í röð í þessum leik. Ef hann klikkað þá fyrir næst voni. 70-55. Allt og erfitt þarna Pétur baráttu við Þóri og Pétur fær villuna á Þóri. Þóri að fá svona 3. villu og Þóri og Darri konum með 3 villur. Það KR, Pétur ennþá eini í svona... Ég maður rétt að þá fekk Brynjar þessari villu sína snemma leiks en þá hætti hann bara að brjóta og fyrir að skjóta. Það er svolítið góð hugmynd. Kári gæti vinna boltan en tíminn ekki nægur og þar með er 3. leikluta lokið, 15 stiga munur þegar að 10 mínútur eru eftir að þessum leik og Íslandsmeistarar KR fínum málum. Stólarnir sannarlega áttu tækifæri hér framanna eða fyrr í leiknum en KR-ingarnir með þessa 3 stiga skyttur það er ákaflega erfitt að eiga við þá eins og þeir hafa verið að spila. Já, það er sérstaklega þegar þú ert með Brynjar svona hálf meðvitundalausan þegar hann skýtur á körfuna, þetta er náttúrulega og svo kemur Siggi og er að hitta vel líka en á sama skapi er þetta ekkert eru KR-ingarnir bara búin að fá ómikið á opnum skotum. Þetta er náttúrulega varnarleikurinn á Tindastól er ekkert upp á marga fiska hérna í 3. leikluta. Við sjáum við leikinn í tölum, þetta er sjáum að það munar þó ekki meira á 3 stiga nýtingunum. Mér finnst þessar tölur ótrúlega því að það eru svo margar þessi mörg skoti á KR komið á dotti en einhvern veginn ef manni fundist Stólarnir að vera að klikka en svo sér maður þessar tölfræði og þá kemst maður bara öðru. Það er mjög skrítið að það sé ekki meiri hérna munur á sem þetta. Þú sjáu hér sko líka að tapaði boltar 16 hjá Tindastól á móti samt 13 á KR þannig að leikurinn er mjög jafn í öllum tölum. Brynja með 6 af 11 í þristum. Það má alveg lifa við það. Siggi með 4-6 í 3 þannig að þessi 2 eru að hitta alveg svakalega vel. Brynja með 30 stig, Sigurður Þorvaldsson með 15. Darri komið líka sterkur og með 12, Darri komið líka sterkur inn heldur betur. Mamadou Sempe 15, Pétur Rúnar skoraði ekki í þessum leikluta og við sjáum tölurnar hjá Brynjari flottur ykkur í honum og það er alveg greinilegt, maður sá það einhvern veginn fyrr í leiknum þegar þetta byrjaði detta hann vildi fá boltan, hann vildi skjóta og hann ætlaði að skora. Já, hann er alveg sko, hann er í vígahug þegar hann er í þessum ham þá er KR-ingarnir rosalega erfið viðregnir. Það er alveg sama hvort það vanti ykkur að gaura í þetta liða. Það er bara... Þeir eru að spila bara flottan bolta, KR-ingarnir. Það voru að sjá hvernig Stólarnir byrja þennan leikluta. Þeir þurfa að byrja vel til þess að fá einhverja trú á að þeir geti unnið KR-inga sem hafa 15 stiga forystu. Það er það Kert og Helgi og hér kemur Kert með skot en það geigar og það er enginn sem fyrir sem að fer og reynir að elta þennan bolta. Arnór setur hér Björgvin á hnén. Brynjar. Og þá kemur Sigurður. Takk fyrir Sigurður Þorvaldsson. Alveg magnaður í þessum leik. Búinn að vera frábær. Þvílíkur fengur fyrir KR. Ég held að komast í unglingalandslið bara. Hann er bara virðist í. Hann er eins og ég veit ekki hvað, hann er búin að eiga frábæra leik. Pétur. Maður þarf að fara að drekka á sama brunni og hann, það er nokkuð ljóst. Já, sendur þetta niður. Fyrstu stig hans í einhvern tíma. Stigahæstur liði Stólana með 16 stig. Munurinn var alltaf mikill, Arnór og Brynjar. Nei, það er ekki á nýtt. Snorri tekur frákastið. Stólarnir einhvern veginn ná ekki í boltanum. Falleg hreyfing. Brotið á Þóri. KR-ingarnir eru bara grimmar á öllum sviðum. Það er líka þeir eru að vinna frákasta einvið í þessum leik sem maður hefur kannski ekki beint giskað á í byrjunleiks. Þegar maður lítur á Tindastólið þá eru þeir stórir, sterkir. Það er bara eitthvað grimmdin. Hún er að skila KR-ingum þetta fórskot. Helgi Hrafn fá sína 3. villu. KR fer á línuna. Stólarnir eiga heimaleik gegn Þóri í Þorlákshöfn. Næstu helgi. Jónas Rafn kom inn á núna fyrir Helga. Fær hér sínar fyrstu mínútur.
Fæddur 94. Pétur. Og Björgvin. Og fín vörn þarna og Pétur út í körfun og hann bara gómaður og gripinn. Og það vítaskot. Þórir brýtur á honum. Vel gert hjá Pétri þarna að koma sér inn í teginn, fá boltan. Sjálfsög situr hann út ofan í. Skoraði aðeins úr öðru skoti sínu í fyrir leiknum, setur þessi niður. Þetta eins og Svali segir alltaf, aldrei skilur menn sem að ákveða klikk úr vítum. Ég bara skil ekki menn sem ákveða að klikka bara yfir höfuð í skotum. Það er önnur. Svo er það líka. Það er miklu dýpri pæling. Það er svolítið djúpt. Darri, Sigurður. Og mikil átök þarna og Brynjar. Og Sigurður út og Darri 7 sekúndur eftir og Villa á Jónas. Þetta er samt strax betra hjá Tindastól. Þeir eru betri núna í hjálpa vörninni. Þeir eru aðeins grimmar í vörninu núna. Vilhelmur gefur hérna fyrir Snorra. Darri og Arnór hittir ekki, ágættist til raun. Vel gert þetta Raf í baráttunni. Og kemur Jónas og Björgvin. Chris Kert og hann með skot fyrir utan og enn verður hann ekki að senda þetta niður. Chris Kert. Hann er komið með 7 stig. Darri. Brynjar, já. Þetta er náttúrulega bara ekki hægt. Eitthvað lengst út í hornið. Þetta er bara hans leikur. Björgvin svarar vel gert Björgvin. Það er bara ekki nóg að liða sig að skiptast á körfum. Stólarnir þurfa að stoppa þetta. KR með sama, svo framan sem eru að skiptast á körfum. Brynjar og Sigurður. Og Sigurður kemur það niður, fær villuna. Hann er búinn að eiga alveg magnaðan leik, Sigurður Þorvaldsson. Hann er búinn að stíga allt svakalega upp hérna, sérstaklega í seinna leik. Einbytti sig svona meira aðeins af frákostunum í fyrri hálfleik og svo ákvað hann að fara aðeins að gera meira í sókninni núna. Sá er að gera vel. 4. villan líka á Helga. Að hann fer út af. Þetta skotgegar kom með 20 stig, Brynjar með 33, þeir eru með 53 stig samtals. Slæga hátt upp í lið Tindastóls. Pétur. Sjáðum við maður og hann að fá boltan. Finna hann bara ekki. Nei. Hann var komið með Arnór á sig þarna, þarna eiga að finna hann á mótu niður á blokkinu. Og ég get alveg staðfest að Arnór er ekki að fara að stoppa hann. Er þetta bent úr heimilisbókaldi? Ég bara þekkja það vel. Já, ég segi það. 80-62, 7 mínútur eftir. Björgvin og Jónas þarf ekki að setja þetta niður og koma KR-ingarnir, Arnór. Og þið kraftinn í honum, vel gert og sjáum við þetta! Frábær karfa! Strákurinn með sirkussendingu og þetta fyrir ofan í 20 stiga munur. Þetta verður að sjá aftur. Frábær tilþrif. Þetta var allt í lagi. Sjáu þér hraðan á honum, hvað hann gerir þetta meistarlega vel. Það getur þessu, hér brunnar hann fram, sendingin og þeir bara bóra í nefið á sér þólarnir þarna. 82-62. Mamadou. Þetta er ekki alveg nógu. Þetta er voðalega þunglamalegt hjá Tindastólmönnum. Þetta er rosalega skrítin körfubolti sem þeir eru að spila fyrst mér. Það er eins og að bara svona
hálf vankaðir eftir þetta róttök sem þeir eru að fá hérna því að þeir hefur ekki haldið að vera að fara í einhvern léttari leik út af þessum mönnum sem ekki hérna að spila með KR. Vel gert, Þórir. Labbar í gegnum vörðinu, þetta engin varnarleikur. Engin varnarleikur. 84-62. Pétur. Vardó til varnar og skoti ekki eftir því. KR-ingarnir. Það Björgvin. Já, pínlítið barátta. Og þá Kerd. Skorar. Það fer að vera svona síðasti séns á að koma með eitthvað gott áhlaup, þannig að þeir þurfa að fara að byrja á því núna. Darri. Setur boltann út á Sigurður Þorvaldsson og Sigurður. Siggi Þorvalds. Hann búinn að vera frábær núna og eins og segir, kannski sérstaklega í setninga áleika sem hann, við höfum séð hann í sóknarhlutverkinu, var auðvitað að hirða hvert frákastið á fætur öðru framan að leik. Rosalega, sko. Svo sá hann það bara engin ástæð til þess að vera að dunda sig við þá tölfræði og fá bara að fara í hina í staðinn. Já, maður upp á 2 metra, hókin á reynslu og mjúkur í hreyfingum og bara hann að sýna bara það sem að nákvæmlega eins og hann var upp á sitt besta og Hann 11 stigum eftir Brynjar í 10 stigum eftir og núna kom með 23 stig, Brynjar 33. Segð mér þó, ég held að þið bara reyna að komast upp fyrir Björgvin. Pétur og enn og aftur engin leikmaður Tindastól sem að reynir að hirða boltan. Sóknarfrákvöstin ekki mörg hjá þeim. Hér Darri og Villa. Það var ekki að finna alltaf að opna mannin. Þeir fá, ef það kemur hjálpaður, þá finna þeir að opna mannin. Þannig að boltarhreyfingin og sóknin hjá KR-ingum bara búin að vera mjög góð í þessum leik. Konur í bónus, þannig að síðustu 5 mínúturnar þá fara þeir alltaf á línuna eða brotið. Þannig að það verður ekki til þess að hjálpa Tindastól. Darri Hilmarsson vill ekki vera minni maður en Brynjar og Sigurður og setur þetta niður. Komum við 15 stig. 16 stig. Darri rosalega mikilvægur hlekkur í þessu liði. Stefnir í að 3 KR-ingar fari í 20 plus í þessum leik. Helgi. Þá Mamadou, Sigurður Þorvaldsson til varnar. Björgvin með skot fyrir utan, hittir ekki og enn og aftur ekkert sóknarfrákast. Arnór. Þórir. Vilhjálmur. Tekið þetta eins og þetta ekki frákastin í vörninni stólarnir. Já. Pétur, fín hreyfing þarna og Helgi Freyr. Ætti við skotið, Björgvin. Og stuttur tekur frákasti sjálfur. Og þá Mamadou, hann hittir ekki. Þeir eru eitthvað rosalega illa tengdir. Og svo engin vörn. Þórir, Villa, vel klárað Þórir. Þórir komin í 11 stig. KR-ingarnir í augnablikinu ekkert að þurfa að hafa rosalega mikið fyrir sóknarleiknum sinni. Þetta er svona einhverjir sendingar, mennur opnir. Þannig að þetta ég get að lofa því þetta er ekki það Tindastólið sem við erum að fara að sjá í vetur. Nei, það er alveg klart. Þeir eru eftir að slípa þá saman. Þórir hittir ekki og Mamadou frákastir með Björgvin. Það er að losa boltan, gera það vel. Jónas fyrir utan. Hittir ekki og Snorri á greiða leið í að grípa boltan. 4 mínútur eftir. Og Sigurður Þorvaldsson. Það ætla að segja það en sjáuði grimtinni Björgvin og voru nálægt í að vinna þetta sóknarfrákast. Ekki alveg maður sem hún gefur á þarna til þess að fara að dribbla. Nei. Ég hafði bara einhvern veginn tilfinningunni að bara þegar seinna leikur byrjaði og KR-ingar byrjaði á þessu áhlaupi að
Bara sá maður einhvern veginn eins og Tindastóll bara hefði ekki trú á þessu. Bara strax. Eins og þetta leit ágætlega út, þeir náðu að stöðva þetta áhlaup þeirra í fyrri hálfleik. Gerðu það mjög vel. 4. Náðu síðan að komast yfir í leiknum tíma. Bara kom ekki sama lið inn í seinni hálfleikinn. Þetta er vel gert. Snorri heyrðir frákastið. KR-ingarnir að stefna í 100 stigin. Grimmari á öllum sviðum. Þetta Gegar, Darri og Sigurður. Við segjum Brynjar. Brynjar langar að skjóta, svolítið langt síðan skaut. Snorri. Jæja, þetta frákastókuð er og Pétur. Og hann við sendingum yfir til hægri og það er Björgvin. Jónas. Beint og ný. Já, beint og ný. Þetta var ágætis hreyfing á stólunum núna. Brynjar. Snorri og hann að vinna stólarnir boltan. Og nei. Péturnar að klára þetta. Hannes Ingi Másson þarna í stöðafæri en þetta slapp allt til því að Pétur skoraði 20 stig á honum. Vilhjálmur og Darri. Hittir ekki en Vilhjálmur tekur frákastið. Vel staðsettur hann Vili og Brynjar. Darri er rosalega frákastið á fætur öðru. Darri er rosalega duglegur að myndu. 2 mínútur eftir. Brynjar klappar hér fyrir áhörfundur. Það er leikur hjá Brynjari. Hann fær sannlega ekki að spila meira. Nei. Hann langi til þess. Já. Hann vil spila alla mínútur sko. 33 stig. Pétur. Og inn á Mamadou. Villan á Vilhjálm sem er að fá sína 3. villu. Vel gert Pétur. Pétur setur þetta niður, 22 stig. En munur er bara alltaf mikill brotið á Arnóri og hann fer á vítalínuna. Snorri það var steinblað sem væntanlega út. 6 stig. Já, skorar Öfuriki Arnór. Nú hefur hann stóra bróður Martin til þess að líta upp til. Hann er löngu hættur að líta upp til Karls föðursins. Já, þú heldur það. Það eru aðri teknin við Keflinu á Fríheimili. 1,5 eftir og ágætis hreyfing og Jónas aftur fyrir utan, setur þetta niður. Það var svona teilur. Já, þeir þrýstar rauð hjá þrábeint niður á stólunum. Jónas Rapp Sigurjónsson, Darri og Þórir. En skakkur. Og Þórir nær boltanum. Þetta kalla maður að fiska. Siggi hélt boltanum lífandi þarna og hann datti í hendurnar á Þóri. Vantar 3 stig í 100 hjá KR-ingum. Pétur. Og Mamadou en hann er einhvern veginn ekki alveg nú röskur að þessu broti á honum. Þetta eru hæga hreyfingar. Þetta gerist ekki hratt. KR-ingarnir eru líka frjótur að brjóta á hann, þannig að þeir láta hann aldrei láta hann fá tilfinninguna fyrir körfinu í leiknum. Darri að fá 4. villuna. Inn á kemur ungu drengur Andrés Ísak. Darri fær
færa Steinblöðs út. Mammadó skorar á báðum skotum sínum, 17 stig á honum. Góð vítaskipta. Já. Þröstur Kárásson kemur hérna inn á fyrir Tindastól. Fyrsta sinn í leiknum. Sprikla síðustu mínútuna. Arnór og Vilhjálmur. Ákaflega þýðingarbyggi fyrir KR-inga að fá tækifæri til að nota þessa ungu stráka. Þetta er ekki mínútur sem ráða úrslitum í leiknum. Þetta er bara, skiptir bara máli að fá að spila. Fá snertingun og komast í baráttuna. Já. Taka þátt í sigrunum. Það er bara góður skóli. Og líka þegar KR verður með fullmanna lið núna í vetur þá eru þeir búnir að spila ykkur að leiki og fá svona reynslu og vita hvað er að gerast. Já, og hér kemur einn í viðbót. Karvel. Ágúst Gram. 98 módel. Andrés Ísak fær hér annað tækifæri til að koma sér á blað sem hún gerir. Það 30 sekúndur eftir Björgvin og Pétur nýttir ekki og KR gæti taka frákastið. Það lætunar Arnór þessi ungi strákur sé að vera með þeim leikreyndari þarna inn á vellinum bara hjá KR-ingum. Þetta eru allt ungi strákar nema þorir þetta og hér kemur Björgvin og setur þetta niður. Síðustu sekúndundir í leiknum 98-78. 20 stiga sigur. KR-ingarnir byrja þetta Íslandsmót í Dominos-deildinni í fyrstu umferð og vinna með 20 stiga mun 98-78. Brynjar Þór Björnsson með 33 stig, Sigurður Þórðarson 23, Pétur með 22 fyrir stólana. En við þurfum að athuga hvort að þeir eru ekki vaknaðir drengirnir í körfuboltakvöldinu. Við þurfum að heyra hér í mönnum hér í tökum viðtal hérna rétt á eftir. En sjáum að menn eru kotrosnir þarna yfir til ykkar, drengir. Við þurfum ekki þennan mann hérna lengur því að þessi hérna er mættur frá Spáni, helgtannar og fallegur, það sem að bara tapa sér hérna. Sko, við verðum hérna með ykkur eftir 17,5 mínútu, við ætlum að fara yfir umferðina. KR með svakaleg skilaboð, Keflavík að vinna í Njarðvík, 2 lið sem við spáum góðu gengi. Hvað ég að segja, drull á bitan, já ég held það. Þessi menn hérna er að fara að láta í sér heyra til smá stund, ekki fara að láta. Dominos körfuboltakvöldin handa við hornið. Sigurður Þórðarson, þú spilar eins og þetta fara bara í unglingalandsliðið. Þú ert alveg frábær í kvöld. Já, þakka fyrir það. Já, mér líður bara vel og ég er líka í frábæri liði og það er fullt af ógnum alls þar, þannig að það opna fyrir mig og já, þetta var bara gott í kvöld. Þú sást tölfræði þátturinn framanna var að taka frákostinn, svo langa aftur til að fara að skora og þetta datt allt í þau. Já, bara nákvæmlega, það datt bara og ég er eiginlega bara í það þægilegri stöðu að ég tek bara það sem að liðið gefur mér og já, það er bara mitt að setja þannig. Ertu í betra standi núna eða hugafarið eitthvað öðruvísi eða er bara liðið bara svona skrugg og gott? Já, liðið er bara gott, ég held ég sé svipuð standið fyrir, ég lendi snemma í meiðslum í fyrra og var að díla við það allt tímabilið í fyrra en það bara liðið vel núna og eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara það er ógnun alls staðar, þannig að það opnar einhvern veginn meira en það verður ekkert svona í öllum leikjum býst ég við. Við höfum að skiptast á og næsta leik verður ykkur annar og Brilli var náttúrulega á eldi núna og þegar við erum svona þá er gaman að spila. Takk fyrir. Sömuleiðis. Jæja, Helgi mig, hvað voruð þið að gera hérna í þessum leik? Já,
við komum ekki tilbúinir, það er þannig og en eins og ég segi, við erum bara seasonið er nýbyrjað og við áttum að á gott tækifæri til að taka KR í dag, vantaði mannskapið á þeim en við nýttum það ekki. Þeir komist í 17-4 og þeir svarið með gríðarlegum krafti. Héldu við þá að þetta verið komið eða hvað gerðist þá? Sko, ég veit ekki alveg, sko við vorum búin að sjá það nokkuð snemma í leiknum hvað